Já, og velkomin aftur. Ég var að taka vídeo og glemdi að kveikja á hljóðunum. Já, ég á afmæli í dag. Ég á afmæli alla daga, það líka við, sko. Ég búinn að vera edrú í 3 mánuði og bara mjög ánægður með árangurinn. Og ég bara búinn að vera að dunda mér bara að dytta að útibúrinu hans Presley út af því að hann væri inni og úti út af því að þau þurfa að vera í kulda. Þetta var hann til dæmis. Og já, ég búinn að vera svona, þú veist, dytta og laga svona útibúrið og setja svona króka þannig að það að setja svona leikföng og allt þetta, þú veist, það alveg ótrúlegt hvað þessi kanínur geta gert. Það að kenna þeim allt, bara farið bara á YouTube og allt þetta. Það bara allt of fá. Þegar ég fer í eitthvað þá bara fer ég bara í þetta, sko. Já, ég ætla að taka mér, ég fer ekki á A-fund í kvöld og ég ekki búinn að vera duglegur að fara á A. Ég veit. Þetta svona, ég svona að reyna að finna mig svona, ég svona, þú veist, þetta var geðveikur fundur í Keflavík. Hugleiðsla var bara yndislegt, þetta var bara fólki tók ógeðslega vel á móti manni og maður bara svona, ég upplifði bara, það var bara eins og æðri mátti og væri bara með mér, sko. Ég bara upplifði enga kvíða, upplifði ekkert svona eins og ég var að fara að kafna eða eitthvað, þú veist. En bara, já, ég bara mjög hissa, þú veist, ég gæti það og ég svona var bara alltaf mitt nautnafíkill og áttaði mig ekkert á þessu. Maður áttaði sig ekkert á þessu en maður veit samt að maður að drekka kannski óþarfa mikið en maður alltaf að fá sér alltaf meira og meira en samt ekki blackout. Ég náttúrulega fer ekki niður í bæ, ég ekki að djamma neitt, ég ekki dansandi heima á mér eða fara niður í bæ eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég veit að þegar maður fer þangað þá alltaf kallað Ari og fólk myndi taka myndir af manni alveg og maður fullur og það ekki alveg ég vill vera betri fyrirmynd og já, ég svona að lesa skrefin og allt þetta og ég náttúrulega byrja strax alveg fyrirgefðu, sko, þú veist, og ég ekki með hvítu bókina en ég búinn að fyrirgefa öllum og ég bara bið til Guðs og fyrir þeim sem ég bara get ekki fyrirgefið sem ekki fyrirgefanlegt. Þannig að, þú veist, Guð, ég tala bara við Guð samt það og fyrirgef í gegnum það og bara hjarta mitt bara hreint og það ekkert svona, engin gremja eða engin svona, ég hef aldrei verið með gremju, ég hef aldrei verið svona, þú veist. Ég með bipolar og ég meina, já, ég var svona sorgmæddur, þegar ég, svona fór að lesa, ég fór að dýfa með svona djúpt ofan í hluti og svona, út af því að það fór að, náttúrulega, líkaminn náttúrulega að endurnýja sig og bara, og ég finn bara hvað ég bara mikið bara hressari,
hressari og bara mikið bara svona bara mér líður bara miklu betur að vakna edrú og svona, þú veist, engin bjór, þú veist, engin bjór, það er bara mjög þægilegt, bara vakna bara og vera bara ferskur og vera bara maður sjálfur og hættu að vera meðvirkur og hættu að vera eitthvað strengjabrúða annara eða eitthvað svona sko, bara nú er ég bara svona farin að átta mig svona, ég var ekkert að pæla í hlutum fyrir en bara ég bara já, bara á þessu árið þá fór ég bara að pæla bara hvað ætla ég að gera við líf mitt, þú veist. Ég er búin að vera hjá læknum alveg í 3 ár alveg og þeir finna ekkert að og segja þetta og maður er bara wow og maður bara gafst upp bara og þannig að ég bara hætti að drekka og ég er bara farin að borða eins og kanina. Ég borða bara það sem hann borða bara eins og hann Presley og það er gulrætur og alls konar grænmeti. Ég náttúrulega að rækta mitt grænmeti allt sjálfur og ég bara núna þegar ég er að tala um þetta þá er ég farin að hugsa út í hvort að maður þurfi ekki að fara að taka upp kartöflunar. Oh my god, en já, kartöflugrösin eru eitruð fyrir kanínur held ég. Þannig að ég hef verið að klippa bara gras svona úti bara. En ég veit ekki hvort hann má borða kattagras, en ég ætla að búa til vera með gras í vetur, þú veist, þannig að hann fá svona, þú veist, að rækta bara, þú veist, bara í ræktunar og prófa það. Allan að prófa það er að prófa. Já, þessi edrúmennska er bara búin að vera bara mjög fjörleg og hjálpleg og skynsöm og já, mér bara er fara að líða bara mjög vel. Annars er ég bara ógeðslega þakklátur líka fyrir öll skilaboðin sem þið hafið gefið mér og PM og já, ég er bara ógeðslega ánægður með lífið og tilveruna og ég ætla bara að halda áfram bara að vera með góða lífstíl og vera góð fyrirmynd og bara vera ég sjálfur og bara elska lífið. Bara, við lifum bara einu sinni og ég bara, þú veist, ég bara ætla að lifa núna bara heilbrigðu lífi. Bara, ég svona, ég nenni ekki að sofa lífinu í eitthvað bögg, sko. Ég bara bíð eftir ég að reyna að komast út, fara af þessum klaka og þessi sólina, hann bara hvenar það verður, við verðum öll að vera bara skynsöm, að bera spritta á okkur og allt þetta. Það er líka eitt sem er svolítið fráhrindandi að mæta á AA, það er þetta COVID. Ég er nefnilega með undirliggjandi sjúkdóm. Það sko, ég er bara með, 85% virkni af lunganum út af því að ég er með lungnasjúkdóm sem þolir ekki sígarettu reykinn sjálfan. Þannig að 15% virkar ekki og það er ekki að draga það tilbaka. Hann sagði mér að hætta strax. En ég hætti að drekka, þannig að ég ætla bara að byrja að fara að hætta að reykja líka og það verður bara að gerast því annars verður bara
eitthvað, ég veit það ekki. Ég ætla bara að halda þessu bara áfram og ég ætla bara að segja bara, já, ég ætla að vera mjög duglegur að blogga og blogga líf mitt og vera bara opin bók og opin dagbók og bók og hvað sem þetta á að vera. Og já, ég hef marga sögur að segja. Ég elska ykkur og við sjáumst næst. Ég ætla að reyna að vera með fleiri vídeo og hafa miklu skemmtilegri sögur að segja, en ég var bara að deila með ykkur að ég í dag, föstudagur í september, er ég búin að vera edrú í 3 mánuði. Yay! Ég elska ykkur öll.